Dagurinn alltaf sá borgarstjóri sem hefur sett mest mark sitt á borgina, sko. Davíð byggði 2 hús en hann byggði bara 100 húsum og bara uppbyggingin er svo mikil og þéttingin stórkostleg og sjá þetta, þessi 9 hús í Grensás, mér finnst þetta bara Nóatún, mér finnst þetta bara allt frábært. Finnst þetta ekki ljót hús? Nei, mér finnst þetta stórkostlegt og bara, þú veist, hvernig var Grensásvegur til dæmis áður? Það var ræðilegur og fólk er eitthvað að normalisera og romantisera þessi hús sem eru bara hérna í Ármúlanum, finnst þetta flott og þetta er miklu betur en það, sko. Mér finnst bara svo skrítið, þú ert svo mikið listafrömuður að þú sért að segja að þessi svörtu kassar séu fallegir. Já, þeir eru ekki svartir, til dæmis. Nei, en tökum hérna, ég átti þetta samræður við hérna skoðanabróðin Brynjar Níelsson. Þar sem að hann var, ef við vorum að reyfa, ég veit hann er ekki skoðanabróðin, þetta var djók, en þar voru að ræða Hlíðarhverfið. Hlíðarhverfið er fallegt, gamla Hlíðarhverfið. Valsreiturinn er það ekki. Hann er ekki fallegur og hann er klúður. Nei, mér finnst það alls ekki, sko. Þetta er bara eitthvað ný ásýnd sem að Reykjavík mun verða og verður flott með tímanum. Þetta er eins og París sem er öll byggð á sama tímabilinu og öll húsin er í sama stíl og ég get alveg séð fyrir mér að þetta verði svona Reykjavíkur lukkið í framtíðinni því að verktakandi kunni ekki að byggja neitt annað. Já, en hugsaðist þetta bara svona Victorian, romverst, skilurðu, fegurð húsa. Já, sko, það er ekki svarti kassa sem við hugsum. Núna að rísa við hérna, hodni Nóatúns og Laugavegs og inn á Grensásvegi og hérna í Vesturvín. Þetta eru svona vandaðri hús sem maður séð áður. Þetta er ekki bara þessi kassar sem að hérna, og þarna eru hátt til loft sín í íbúðunum og þetta er allt annað bragur á þessu, sko.